En tæknileg vandamál töfðu þessa tímamóta útsendingu 20 mínútur. Fréttaútsendingar stöðvarinnar hófust ekki fyrir en 4 dögum síðar. Í nágrannalöndunum gilda þær reglur að ráðherra Enda þótt heimurinn sé sífellt að minnka og fólk í okkar heimshluta sé Sjónavottur hefur í skriflegri skýrslu til landbúnaðarráðuneytisins Gott kvöld, í fréttum þetta helst. Kröfuhafar tapa 1,6 milljón Tveir fundust á lífi í flóðinu í gærkvöldi og í morgun. Enginn hefur fundist lifandi síðan. 5 manns hafa fundist látnir eftir snjóflóðið í Súðavík í morgun og 11 enn. Jónsson og Sali Heimir Porsa tryggðu Valsmönnum 2-1 sigur. Í Garðabænum voru Íslandsmeistarar Skagamanna í Hikuðu menn ekki við að gera hlé á bíómynd til að fara í beina. Álagning olíufélagana hefur hækkað síðastliðin 2 ár og snar hækkað á dísilolíu, segir framkvæmdastjóri FIB. Lögregla í Þýskalandi og Noregi segist hafa komið í veg fyrir fjöldamorð í 2 skólum í dag. Önnur árásin var fyrirhuguð á. Og við bjóðum gott kvöld og hefjum kvöldfréttir. Lögreglan í Þýskalandi telur sig hafa komið í veg fyrir fjöldamorð. Forsætisráðherra segir eðlilegt að gengi krónunnar hafi fallið og hvetur einstakling og fyrirtæki til að halda aftur af sér. Komið sæl, það komið að kvöldfréttum. Krónan féll skarpt í morgun en jafnaði sig undir háti og hélt sig út daginn. Hún hefur nú Ríkisendurskoðandi stendur fast við að ríkislögreglustjóri hafi brotið lög opinber innkaup þvert á mat innanríkisráðherra. Og við bjóðum gott kvöld og hefjum kvöldfréttir. Ríkisendurskoðandi stendur fast við það mat að ríkislögreglustjóri hafi brotið lög opinber innkaup þegar hann keypti lögreglu.
Þórólfur Árnason, fyrrverandi borgarstjóri, íhugar að bjóða sig fram til forseta. 6 manns virðast nú renna hýru auga til Bessastaða. Gott kvöld, það komið að fréttum. Hér Stöð 2. Þórólfur Árnason, fyrrverandi borgarstjóri Reykjavíkur, hefur hríð vel. Samtök iðnaðarins gagnrýna fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar að draga aðildarumsókn að ESB tilbaka, lokar á ýmsa möguleika, segir formaður. Komið sæl, það er komið að kvöldtörtum. Það stefnir í mikil átök á Alþingi í næstu viku þegar umræðum Kröfur Ísraela að hluti starfsmanna hætti að vera launafólk og verði þess í stað verktakar eru siðlausar að mati trúnaðarmanns. Komið í sæl, það er komið að fréttum hér á Stöð 2. Trúnaðarmaður starfsmanna í álverinu í Straumsvík segir kröfur. Lögreglan hefur handtekið 2 menn sem taldir eru tengjast bankaráni í Reykjavík í dag. Ræningjanna sjálfra er ennþá leitað með aðstoð þyrlu. Komið sæl, það er komið að kvöldfréttum. Lögreglan hefur handtekið 2 menn sem taldir eru tengjast bankaráni í Borgartúni í dag. Uppúr slitnaði í samningaviðræðum ljósmæðra og ríkisins í dag og er engin sátt í sjónmáli. Nýr fundur hefur ekki verið boðaður. Gott kvöld, það er komið að fréttum hér á Stöð 2. Samningaviðræður í kjaradeilu ljósmæðra eru í Komið sæl, við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Fyrsta leyfið fyrir vindorkuveri á Íslandi hefur verið veitt, stefnt að því að reisa 30 vindmyllur á Búrfelli. Já, við byrjum á orkumálum en fyrsta leyfið fyrir vindorkuveri á Íslandi var Gott kvöld. Í fréttum okkar þetta helst. Stýrivextir verða kynntir í fyrramálið í skugga versnandi efnahagshorfa. Ég held að sé mjög tvísýnt hvað ákvörðun bankinn tók. Hvað öðrum? Fjármálaráðherra segir tvísýnt hver ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabanka. Komið sæl, kæru bræður og systur. Þetta er Ísland í dag. Atli Steinn Guðmundsson, velkomin. Komið sæl, þetta er Ísland í dag sem á eftir fer og lærir manna og borð.
Komið sæl, þetta Ísland í dag. Ósynlegt hljóðfæri, nýleið til náttúruverndar og hinir óborganlegu. Komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Flest höfum við líklega sé flugfreyða flugþjónastörfum, en fæst okkar hafa hugmyndum hversu Komið sæl og velkomin í Ísland í dag. Síðustu ár hefur offita og ofþyngd aukist mikið, bæði meðal barna og Gott kvöld og verið velkomin í Ísland í dag. Nóg til af mýtum og flökkusögum hvernig sé best að komast í form og Komið sæl og velkomin í Ísland í dag. Það alveg ævintýralegt hvernig hægt að taka í gegn og Komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Hvað málum með veðrið í sumar? Nei, tjók. Það var svona ekki gott, maður vona eftir. Komið sæl og verið velkomin í Komið sæl og velkomin í Ísland í dag.